Já, heyrðu, nú ætlum við að tala ansi þekkta konu í Íslandssögunni, Þuríði Formann. Og tilefnið það að Auður Styrkarsdóttir að senda frá sér bók hana, Þuríði Formann. Þetta nú svona, alltaf ekki þannig að fleiri þekki nafni svona en viti svona eitthvað hana að viti. Jú, mér finnst nú flesti vita, kannast við nafnið. Já. Þuríður formaður og í hugan kemur eitthvað tengt sjó. Já. Hún hafði verið merkileg kvenskörungur á sjó. En svona hennar ævi almenningur veit og lítið hennar ævi. Já. En þú komst með bók sem kom hérna með bók. Já. Sem heitir með Þuríður formaður. Eins og þín bók? Nei, hún heitir Kona á buxum. Kona á buxum. Og það vegna þess að þessi bók... Ekki skýjubuxum. Hvað segirðu? Ekki skýjubuxum. Ekki skýjubuxum, nei. Kona á buxum. Kona á buxum. Og það vegna þess að fyrir nokkrum árum, kannski 6-7 árum, þá rakst ég á þessa bók í öðru formi, nýrra formi, hjá honum Bjarna Harðarsyni í bókakaffinu á Selfossi. Og utan á þeirri kápu mynd, teikning af konu, greinilega kona í karlmannafötum og ég ætla að sýna þér þessa mynd núna. Já. Þetta teikning sem Finnur Jónsson á Kjörseyri gerði. Þetta svona spariföt, þetta eins og að kona sé á leiðinni í kirkju eða? Já, þetta nefnilega karlmannabúningur. Þetta ekki karlmannaföt, þetta búningur. Frakki, pípuhattur eða hárhattur og svipa og frakkin með svona flottum tölum framan á. Og það með það sem að hún klæddist. Þetta með karlmannaföt, konur klæddust hérna karlmannafötum við erfiðu störf hér áður fyrr. En það kannski lítil ástæða til að fara á pilsum út í tún á sletti. Og unnu erfiðisvinnu. Unnu erfiðisvinnu. Amma mín langamma mín, hún vann við vassburð og kólaburð hérna í Reykjavík. Já, og kannski hefur hún verið í einhverjum pilsskopum yfir buxurnar eða eitthvað slíkt. Það var sagt að hún hefði pissað í gegnum hrútsofn. Já, og var þá... Ég veit ekki hvort þetta sé satt eða ekki, því að þetta var stundu sagt svona, maður veit ekki alveg hvort þetta sé merkið þessum að hafi gengið í svona karlmanns hlutverk í vinnunni, að þetta hafi verið orða svona. Já, en tilfellið að Þuríður formaður fann upp á því að hafa með sér horn á sjóinn, ærhorn, sem hún pissaði í og skvetti svo úr því fyrir borð. Þannig fór hann að því og margar konur tóku þetta upp eftir henni. Því að tilfellið að margar konur voru líka á sjó. Réru í þessum opna árabátum við þessu hörmulegu skilyrði oft á tíðum. Og með vélunum í bátana þá lagðist það alveg af. Og hættu konur að fara á sjó. Og hugmyndin sem við höfum þetta einhvern veginn svo að konur hafi eitt gengið í þessi verk. En það alveg rangt. Það þurfti bara. Og það konur sem við myndum kannski í dag kalla ofvirkar með athyglisbrestin, svona stór skornar konur í háttum og sniði. Það voru gjarnan á sjónum. Þannig að þegar velvæðingin kemur að þá minni þörf fyrir mannafla og þá eru konunum ítt í land eða... Já, eða fór í land, hvernig sem það nú var. Það var ekki þörf lengur. Þetta hefur nú verið bent á það, ég sé svona greinar umfjallanir þetta víða heim, þar sem verið að kanna atvinnuþátttöku kvenna fyrir innbyltingu. Og þá hún miklu meiri heldur en að við höldum, eins og sagt. Já, verkaskiptingin svona milli karl og kvenna var miklu meira fljótandi. Þó konurnar hafi meira hugsað börnin og svoleiðis nokkuð. En konur gengu bara í þau verk sem þurfti. Þannig var lífið bara. Það eitt að vera til sjós og vera í bara þeim fötum sem best henta í því og það ekki pils. Og svo annað að vera í karlmanns búningi og svona taka raunverulega bara ganga í hlutverk karla. Já, og það með þessi teikning vakti athygli mína einmitt fyrir þetta. Hvað þetta búningur karlmanns, miklu meira en karlmanna föt.
Nú yfirleitt tengt við Þuríði formann að hún hafi komið upp Kambránsmennina, svo kölluðu. Nú hafa nýlega verið skrifaður það bækur, Einar Már Guðmundsson meðal annars. Og við höfum í rauninni bara frásögn Þuríðar það að hún hafi komið upp þessa ránsmenn. Og hún segir að í skiptum fyrir það þá hafa hún fengið leyfi til að ganga á buxum. Það náttúrulega bara vitleysa því að hún þurfti ekkert svoleiðis leyfi. Hún var í buxum og fullt af konum í buxum og ekkert slíkt leyfi þurfti. Og af hverju segir hún það þá? Það mystería og ráðgáta sem að ég skálda dálítið í bókinu minni. Og ég held að hann hafi bara hreinlega kúað hana, sýslumaður, með einhverju öðru. Og síðan þegar hún fer að segja Brynjólfi Jónssyni frá Minnanúpi þessa sögu, þá hún orðin gömul og svona gerir sinn hlut meiri heldur en hann var kannski, fegrar frásögnina. Hún fer ekki þennan karlmanna búning fyrir en á miðjum aldri, sagt. Og ég tengi það við þennan atburð þegar hún búin að láta kúa sig til að segja frá þessum nágrunnu sínum, vinum, sumum hverjum, ættingjum, allt í kringum hana. Hún segir frá þessu, allir aðrir steinþögðu, að þá segi ég, þá fer hún að nær sér í þennan búning. Úr því að sýslumaður veitir henni þetta leyfi, þá gengur hún bara alla leið. Og tilfellið að hún fer ekki í þennan búning fyrir en eftir að uppkemst Kambsránsmenn. Okay. En segðu mig frá, hvaða kona var þetta? Já, hvaða kona, vitum við það nokkuð tíma? Hver einhver er? Þú veist það meira, betur en ég. Já, ég hef lesið þessa sögu Brynjólfs Þuríði og ýmislegt annað. Hún lifir svona dálítið í gömlum sögnum. Það þarf að grafa dálítið djúpt eftir henni nú orðið. Og hún hefur verið mjög einþykk, ákveðin og mótuð af þessari óblíðu veðráttu og óblíða lífi sem að var og við bara getum ekki ímyndað okkur. En hún líka gætt alveg óvenju lífsorku og gleði. Og lætur aldrei bugast og já, fer þannig í gegnum lífið. Verður formaður á? Já, hún farin að róa á bátum hjá föður sínum, 11 ára gömul og upp frá því á sjó. Og hún gerist formaður á vorbát hjá prestinum, séra Jakob Árnasyni. Hann fær hana til að vera formann. Og vorbátar, það eins og hún segir sjálf einhver staðar, það barnaleikur hjá því að vera formaður á vetrarskipi. Það er ekki þeir sem hafa verið á vorvertíð eða vetrarvertíð núna. Það bara þeir kunna munun á því. Sjórinn allt annað skrýmsl á vetur. Já, en hún þarna í nokkur ár formaður á vorbát. En síðan fær séra Jakob hana til að vera formaður á vetrarbát líka. Og það náttúrulega allt annar handleggur. En hún stóðst það með mikilli prýði, hún misti aldrei mannskap. Mjög fiskinn sjálf. Og það kom strax í ljós þarna þegar hún 11 ára gömul. Að fiskarnir beinlínis elskuð hana, löðuðu stað hennar öngli. Og allir vildu vera hjá henni í skipsrúmi. Hún var mjög eftirsótt. Að hún fiskaði vel. Hún fiskaði vel. Og hluturinn stærri þar. Hluturinn stærri og hún kom vel fram með menn, sína sjómenn og háseta. Ólíkt sumum öðrum, þar sem fólki var bara djöflað út. Og já, var mjög farsæl. En eins og þú bendir á þá var það ekki eins óalgengt og við teljum kannski í dag að konur væru í því sem að við núna myndum skilgreina sem karlmannsstörf. Nei, það var það ekki. En það þarna eitthvað svona meiri, svona kynusli í kringum hana?
Já og nei. Það er nú aðalega ekki kringum sko þennan klæðaburð. Hún tekur upp á því að klæðast þessum karlamanna búningi á miðjum aldri. Já. Og það er náttúrulega það sem fólki man. Það sem að var samtíðin og yngri kynslóðir. Og þetta þótti mjög sérstakt. Og þetta lifir í minningu og frásögnum. Já. Konan í karlmannabúningi eða karlmannafötum eins og sagt. Það er það sem veldur því að kannski að sögut að fara víðar. Já, og hún þótti mjög sérstök, bæði fyrir þetta og síðan var hún ekki svona eins og annað fólk kannski. Hún bar sig alltaf mjög vel, laut engum höfðingjum. Hún fór í mál við menn út af minnstu atvikum. Og stemdi þeim bara fyrir sáttanemndir og hingað og þangað. Hegðu þessi bara eins og leiðildar karl. Já, eða bara frjálsmanneskja, getur við sagt. Hún skrifaði meira sig á kónginu bréf, tvisvar sinnum og er ekki hrædd við vald eða þá sem eru yfir, getur við sagt. Mjög kannski óvinnilegt. Leta aldrei neitt kúa sig. En nú þekkjum við bara úr svona okkar tíma að svona einhver röskun á kynhlutverkum getur valdið einhver rosalegum óveðrum í hugum fólks. Bara, ég meina, þú manst það þegar kvennahreyfingin, að þegar konur koma og vefengja svona það hlutverk sem að samfélagið alltaf að ýta þeim í, að það veldur sko gríðarlegur svona róti og svo þegar samkynneitt fólk kemur fram að þá það sko verður eins og það sé svona eins og árás á kynhugmyndir þeirra sem að kannski kemur málið raunverulega ekkert við sko. Og núna náttúrulega þekkjum við það gennum transa sem að eru kallar á konur sem að einhvern veginn upplifa þetta sé einhver ógn við sig og svona. Heldur hafi verið eitthvað svona í kringum? Ég held nefnilega að það hafi verið miklu minna. Miklu minna? Miklu minna. Ég held að á baðstofuloftunum hafi ýmislegt gerst sem að var ekkert talað en fólk svona umbar og hvernig heldur þetta hafi verið? Kannski 10 manns í sama rými, jafnvel sofa í sama rúmi, 2 og 3 manneskjur. Auðvitað hafði fólk kynkvöld þá rétt eins og nú og þurfti einhvern veginn að svala henni og ég held að það hafi bara verið gert með ýmsum ráðum og kannski ekki opinskátt en svona samkynhneigð og annað slíkt held ég að hafi verið meira umborið heldur hún að þótti ekki kannski eðlilegt en ekki fordæmt sem slíkt. Og kannski horft á að það sé þarna kall og kona en síðan sé kannski bara eitthvað litróf að svona hvar þú staðsetur þig í kynjum. Þú getur verið kvenlegur kall og kall. Já, og karlmannleg kona. Já, og allt þar á milli. Allt á milli þar. Þú ert ekki frá því að það hefur verið eiginlega meiri svona, þol. Hvað því þá? Já, ég held það. Það nú einhverja sögu til að því að ein systra Benedikts Gröndal hafi verið sko tvíkynjað eins og sagt er. Hún bjó með konu. Nú síðan eru sagnir af konu sem að bjó með hana. Þetta nú ættmenni mín þá líklega. Já, þetta að kynna þér þessu sögu. Ég svolítið skildur Benedikt Gröndal. Já, sagnir af annarri konu sem eignaðist barn með annarri konu. Þannig að þetta var auðvitað til þá eins og núna og það litla sem að vitað hefur lifað á prenti af einhverjum ástæðum en ég held að það hafi verið meira svona usla heldur en við gerum okkur almennilega grein fyrir. Og svo getur sko heimildir oft blekkt okkur, það þekkt vandamáli til dæmis að vita hvað fólk var að borða. Að það eiginlega hvergi heiminum skrifað það sem að fólk borðaði hversdags. Nei. Það bara algjört svarthol. En svo vitum við eitthvað hvað fólk borðaði á einhverjum stórkostlegum hátíðum. En svona að það sem er hversdagslegt, það sem er sjálfsagt, það sem eiginlega allir eiga að vita, að það var miklu síður sett á bók. Sko. Af því allir áttu að vita það. Allir áttu að vita það. En það er reyndar hjá okkur, þá eigum við tilheimildir einmitt þetta, matarkostin hjá fólki á
18. 19. öld. Bara mjög vel dokumenterað. Í rítum sem að nú er að rykfalla og skrifaðar á tungumáli sem að er okkur ekki tamt og mun bara hverfa, held ég, því miður. Mér finnst í stundu vera síðasta kynslóðin sem talar þessa íslensku. Sem er með þessa íslensku sem að nær þúsundar aftur í tímann. Já, og getur lesið og skilur. Og orðin eru svona opin fyrir okkur. Það er náttúrulega einstakt að geta lesið 1000 ára texta og skilið það sem sagt er. Það er bara ekki til, held ég, óvíða. Nei. Og náttúrulega stórkostleg menningarlegt tap ef við missum það. Já, mér finnst það nú. 1-2 kynslóðum. Já, þannig að það verður bara fræðingar sem að þá er það bara eins og annars staðar. Þá er það bara eins og annars staðar. Já, og þá eru þýddar bækur úr, var ekki sett að Danir séu löngu farnir að þýða Kierkegaard og fleira. Jú, bara endurskrifa upp á nýtt. Sem að í sjálfu sér er náttúrulega eðlilegt og einhver leyti ert þú að flytja sögur og sagnir á milli kynslóða því að það þarf líka að gera það það þarf túlkun og það er að endurfæða sagnirnar inn í okkar tíma og þá kemur kannski að því að hvert er erindi Þuríðar Formanns inn í okkar tíma? Hvað er hún að segja okkur? Góð spurning, mjög góð spurning því að það er ekki nóg að bara endur segja svona sögu eða segja sögu manneskjuð. Það þarf að vera einhver svona dýpri tilgangur með því, held ég. Og ég held að sem vakti fyrir mér og ég vona að komi fram er þessi spurning hvernig fór fólk að því að lifa af þessa tíma. Hún lifir móðuharðindin, hún og hennar fólk. Hún lifir síðustu hungursneiðina sem hér var á Íslandi 1956 til 60 cirka og allt þar á milli. Því það koma kuldatíður og hungursneiðir bara við og við. Það ganga sjúkdómar landi sem að fellir fólkið í löngum bunum og síðan þetta óblíða líf og hörð lífsbarátta þar sem að hver einasti matarbiti nánast var barátta. Og af hverju bugaðist fólkið ekki? Það eru sagnir á fólki sem gerði það. Og ég held að svona kararsjúklingar sem við höfum sagnir af, það hafi verið þannig fólk. Lagðist bara í þunglindi og gafst upp á lífinu. Af hverju er hún alltaf svona björt í skapi? Bjarni bróðir hennar sem að er nokkrum árum eldri, hann er allt önnur típa og hann drukknar og reyndar frekar ungur en lífið var honum miklu erfiðara. Svona, og hvað er það sem að Þuríður ber með sér? Þannig að hún lifir þetta allt og hún er ennþá 86 ára gömul, bara hrifin af því að lifa. Hvað er það sem gerir? Og ég segi svarið strax. Já, ég er bara, þú er eins og sett að fara að bóla það og sé búin að finna bara lífselixír sálarinnar. Það má vel vera. Já, hvað er það? Það er tvennt sem kemur til. Hún náttúrulega, við erum misjafn. Já. Lífskrafturinn er misjafn inn í okkur. Og dugar misjafnt út af ævina. Þú veist ekki það komin svona við lok starfsæfinnar að maður sér það bara fólki sem maður þekkir. Ég er eilítið yngri en þú, en ég er svolítið svona áhyggjur af stundum af mínum jafnöldrum, hvað lífslogin einhvern veginn dugar skammt út ævina og hvað svona sloknar á forvitninni og svona löngunin til þess að endurnýjast og stundum verið ég alveg hissa þegar ég hitti fólk sko. Já, þetta er alveg satt. En hjá henni logar alltaf, það logar alltaf á henni, sloknar aldrei nema á tímabili þegar hún missi dóttur sína unga, að þá langaði hann ekki til að lifa mikið lengur þó hún gerði það og fékk svo aftur lífslöngun þegar hún lendir í miklum sjávarháska og þar kemur þá trúin inn í.
Það er að segja trúin á skapara himins og jarðar og það sem að allt er gott hjá honum. Og þarna út á sjónum þá segist hún hafa farið að hugsa það ef að Þórdís litla hefði lifað og hún drukknað þarna, hvað hefði þá orðið hana, litlu telpuna, munaðarlausa og allslausa í himminum. Var þá ekki bara betra hún væri hjá Guði? Og þannig tókst henni að sætta sig við þetta og halda áfram að lifa. Og við tölum oft illa trúna, en hún var haldreipi og það sem að hélt lífinu beinlínis í fólki á þessum tíma. Við þekkjum það líka þegar fólk lendir í lífsháska. Já, það gerist. Þá svona oft opnast einhver sýn á lífið, náttúrulega hvað lífið er dýrmætt og að lífið sé raunverulega gjöf og þá ertu svona síður að kvarta yfir því, sko. Ertu þakklátt fyrir það og stundum dugar þetta fólki lengi, stundum dugar þetta bara í skamma tíma og fólk verður svo bara nær sér aftur og verður tuðandi aftur 9 mánuði sérna. Já, en á þessum tíma er trúarlífið bara partur af þér. Já, og það farvegur fyrir svona upplifun. Þá er það sem að ég veit ekki stundum veltið fyrir mig hver hann er í dag hjá okkur, sko. Það var náttúrulega trúarlífið var farvegur fyrir alls konar svona tilvistarlega stöðu okkar og tilfinningar. Já. Og bænin, allir fóru með bænir, bæði vakandi og sofin nánast. Og þetta svona hjúpaði fólkið einhvern veginn, veitti þeir sem að stunduðu þetta kjark til að lifa áfram og einhverja gleði í lífinu. Gleðin kom þó mest úr sagnaarfi okkar og þetta baðstofulíf með sögunum. Ímyndaðir þessar baðstofur og þessi húsakynni, það var ískalt inn í þessu, alltaf hreint, skógurinn þegar hann eyddist þá var ekki takt að kynda upp og eini hitinn kom af öðru fólki inn í húsunum og sögur segja að það var alltaf ískalt. Ímyndaðir á vetrakvöldum, hrím er á öllu þegar þú vaknar og yfir öllu. Þetta er ekki skemmtilegt líf. En þú hefur sögurnar á kvöldin og þá sperrast eyrun upp og augun yfir alls konar dásamlegum sögum þar sem allt getur gerst. Fólk fær góða mat og kotstrákurinn giftist kóngsdóttur og svo framvegis. Og þannig ferðu bara aðeins léttari til hvílu. Og þetta tvennt, trúin og sögurnar held ég að hafi haldið fólki. Sumt er erfitt að ímynda sér, til dæmis þegar þú ert að lýsa baðstofu á loftinu þar sem að forföður okkar bjuggu sko í 1000 ár. Þannig erum við ekki til, hvað við segja, svona privacy. Ekki neitt. Sem að við tygnum mjög í dag. Viljum hafa mikið svona enga svæði, enga rými og enga svæði. Ef einhver kemur inn á það, þá er það alveg svakalegt. Trúið því að það sé eiginlega svona ræktarsvæðið okkar og sé mikilvægara og við erum eiginlega verjast ágengni samfélagsins. Þannig erum við náttúrulega í veröld þar sem að sko prívatlífið er bara eiginlega ekki til. Sko. Það er ekki til og... Það er maður bara í huganum. Já. Og ég held að það hafi ýmsu hluti verið mjög gott. Ég held að þetta prívat sé ekkert hollt fyrir okkur. Við erum félagsverur og þurfum annað fólk til að þrífast. Og þetta að ýta fólki frá og hér er ég og hvernig get ég verið og ég og ég og ég. Þetta er ekki hollt fyrir hugan. Þannig að kannski þú ferð að skoða Þuríði formann af því hún er sérstök. En það sem að þú finnur markverðast hjá henni er raunverulega bara svona almennt manneskjuna. Almennt manneskjuna og hennar tilvist og hvernig fólki fór að því að lifa. Og hún er ekkit ein í því að vera kjarkmikil og sterk manneskja þó að hún hafi svona fengið þennan stimpil að vera sérstök. Auður, ég hlakka til að lesa bókina þína. Takk fyrir. Takk fyrir að koma hingað og segja okkur aðeins frá Þuríði formanni. Takk.
En við setjum hérna áfram og höldum áfram að reyna að skilja söguna og samfélagið og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is